Okay, let's go. Eigum við að taka upp þátt eða? Það er svo svolítið síðan síðast. Held að þetta sé fyrsti þátturinn á þessu ári, með hvað veit ég ekki. Ég er með rosa mikið af kláruðum verkefnum og ég er með stóru stofukörfuna mína. Það karfa úr garnirgangi. Þetta er svo sem er við hliðina á stólnum mínum í sófanum. Hún er fyrir ókláraðum verkefnum, við ætlum aðeins að kíkja í gegnum þau. Svo er ég með líka hina körfuna mína á garnirgangi sem ég fekk mér á prjónagleðinni. Hún er svona gorgeous, hún er svona aðeins meðfærilegri. Þetta er taka með karfan. Ef við kannski að vera svolítið prófa og byrja þessu útlendingarnir með kynningu og admin. Ég heiti Fanney og ég leita garn undir merkjum systrabanda. Af hverju er ein? Við erum tvær. Inga systir, við byrjuðum þetta 2017-18. Ég hef litað með duftlitum eiginlega allan tíman. Ég prófaði jurtaliti og hafði ekki þolað með því. Inga systir jurtalitaði mikið en svo urðu breytingar hjá henni og heilsubrestur og svona, þannig að hún hefur nú ekkert verið neitt rosalega virk svona síðustu 5 ár. En nú getur sagt ykkur það. Nei, hún er ekki búin að vera að lita. En hún braut sig eftir áramót. Þannig að ég hendi henni í að prjóna sýnishorn. Þannig að hún er búin að vera mjög virkur meðlimur systrabanda núna 2025. Hún er búin að gera fyrir mig 2 geggjuð sýnishorn. Bara á þessu ári, Mjög dugleg. Svo á hún líka stundum nöfnin á litunum og svona. Mjög góður andlegur stuðningur og peppari, Ég gæti ekki gert þetta án hennar. Þó hún sé, ég ætla ekki að segja hún sé ósýnileg, en er hún það? Hver veit? Kannski er hún ímyndusystir? Djók. Allavega, við erum með þetta. Ég lita í bílskúrnum mínum á Siglufirði. Ég er með vefverslun, systraband.is, sem að loksins komið eitthvað inn á. En ég er búin að vera bara að byggja upp smá lager. Garnið mitt fæst í garnirgangi á Akureyri. Og ég hef bara verið að halda við, magnið þar. En svo núna er ég loksins farin að eiga smá auka við það. Til að geta verið bæði með henni á vefverslunni og hjá garnirgangi. Og svo er nýjasta viðbótin að maðurinn minn er með brugghúsina á Siglufirði, Segull 67, niðri í bæ. Og við settum nýverið upp garnstand þar. Af því að við erum búin að auka svolítið mikið opnunartímann þar. Það er opið frá 2 til 10 alla daga, helgar, eða fösta laugardag og sunnudag held ég opnar í hádeginu, kl. 12 og opið eitthvað framöndir. Þannig að það er nánast alltaf hægt að kíkja við þar og skoða og versla garn. Ég segi ekki að sé, frábær þjónusta og ráðleggingar hvað var það garn þar. En strákarnir aðstoða okkur eins og þeir geta. Og svo má alltaf senda mig línu ef að þeir eru á ferðinni því að, ég er bara hérna, það er ekkert mál að koma, Og það er sennilega best ég sé þetta fyrst á Instagram og Facebook skilaboðum. Ég er ekki með notification á e-mailinu mínu, þannig að ég fer bara inn á það x oft. En ég sé alltaf ef ég fæ einhver skilaboð á Instagram eða Facebook, það er bara systraband handritun. Já, jafnframt
þar sem að ég er að vinna í að byggja upp, þá er ég ekki með alla litina mína inn á heimasíðunni. Ég var núna, þar sem ég á núna alla grunna sem ég er með, ólitaða, að þá er ég að bjóða upp á núna á síðunni heitir það back order og þá sem sagt getur panta litin, þú veist ég á kannski bara eina hespu en þú getur pantaði 4 og þá lita ég bara, þú veist það er það bara tilbúið innan við viku sko. Þannig að því að ég á alla grunnana. Þannig að, og ef það er eitthvað sem er ekki inn á síðunni en þú veist þið langar í, að þá sendur mér bara skilaboð á Instagram eða Facebook eða e-mail og hérna að systrabend@systrabend.is og þá lita ég það bara og þið eru ekki að trufla eða ætlast til einhvers af mér sem að ég er ekki að fara að gera, skilur. Það er ekki þannig. Því að ég bara veit ekki, ég leys ekki hugsanir. Þannig að ekki bíða eftir að liturinn komin á vefverslun. Alright. Ég held að admin sé búið. Og vind okkur í þetta. Vá, ég þarf bara smá kaffisopa. Þetta verður rosalegur þáttur. Fyrsta mál á dagskrá. Þetta er, ég er að leita að röngunni hérna. Nei, röngunni. Ég er að leita að bakhliðinni. Af því hún er eins framan og aftan. Herðu, þetta er bara svo djúlega vel gert hjá mér, ég finn ekki eins og baklina. Jú, þetta er svona. Þessi. Muni, ECV, Caitlin Hunter. Hún var eitthvað svona stubbur eða ég sýndi hana fyrst, muni. Ég kláraði hana. Og hún er geggjuð. Hún er öll frá Gilhaga. Sem sé þessi yrjótti hérna. Þetta er Gilhagaull. Og hinn er, litinir eru frá Dóru. Þetta eru Dóruband. Þetta er sérst, ég held að þessi spunni á uppspunna og hún jurtalitar svo. Nei sko, þetta er náttúrulega bara mest kósí í heimi. Hún er stór, ermarnir eru langar. Þetta er aðeins. Það gerist aldrei. Ég veit ekki hvort þið sjáu það. Að það er eins og Gilhagabandið sé pínu þæft. Það er engin tilviljun, sko. Það er hérna, kafnir heit á maður. Það búið svo heitt úti. Ég sem sagt kláraði hana og þvoði hana. Bara í höndunum. Og hún var pínu leiðilega stór og ermanni víðar. Og ég ákvað það að ég er náttúrulega mjög laus prjónandi. Ég veit ekki alveg hverju ekki búið að bjóða mér í laus prjónarafélagið. Mér skilst að það sé eitthvað þing. Það er sennilega hann í Reykjavíkinu maður er svo sveitu. En ég var ekki alveg ána með hvernig hún fjall. Þannig að ég ákvað hendinni aðeins í þurrkara. Allt er góð, bara smástund tjekkaði, ekkert af því. Nema að það gerðist ekkert í þessum hluta, í þurrkarana. Bara ekki neitt. En þannig að ég svona held áfram og áður en ég vissi af, þá var ég búin að þæfa þennan hluta. En það kom ekkert fyrir þennan. Þetta er hvort tveggja íslensk non-súpuhúsull. Þú veist, ég veit ekki, jú, ég veit. Ég held ég veit. Það er náttúrulega búið að meðhöndla þessi er lituð. Þessi er ekki lituð, þessi er bara ný. Það gæti verið það, það gæti verið nóg. Til þess að önnur þókna en ekki hinn. En það gerir ekki að sök að því að gatni er svo yrjótt að þú veist, þú sér þetta ekki héðan. Og mér er líka eiginlega alveg sama þótt að sjáast því að þetta er bara mest kósí peysa í heiminum geiminum.
Ok, nóg það. Þetta EasyV eftir Caitlin Hunter. Og ég ætla að reyna að vera dugleg eftir þennan þátt og vera svona, setja á mig hérna editora hattinn og skrifa, þú veist, eins og ég gerði stundum munni þegar ég setti svona myndir og nafnið á draslinu. Og ég ætla að gera það. Ok. Næsta mál á dagskrá ef það skiptast á, sjöl og peysur. Ég held að sé ekki með neitt annað. Sunna María gaf út Bellasjál og auðvitað prjónaði eitt svoleiðis. Þetta hérna, þetta svona löfblaðmunstur, bara easy peasy skarf, byrjar hérna megin, fylgir munstrinu. Eikur út þangað til þú ert cirka hálfnaður með garnið og tekur það saman. Þetta hérna, ég notaði fingringarn í þetta, meirinn á nælonblöndu í litnum Noró. Og nei, hann heitir ekki Noró út af veirinu heldur út af því að hann passaði við gatt sem ég keypti frá Noró. Ok, og þetta bara svona scarf. Ég notaði garnið tvöfalt og ég var með, ég lagði upp með 2 hespur, 200 grömm og notaði, þú veist, ég var ekki með viktina mína með mér, þannig að ég þorði ekki að auka meira út, þannig að ég fór bara að taka saman og notaði, fór eiginlega hálf dokka til spillis. Já, það fyrir ekki til spillis, hún fyrir eitthvað annað. Þannig ég notaði í rauninni 1,5, þetta 150 grömm af fingringarnir tvöföldu. Bara mjög góð, ég get alveg gert þetta aftur, sko. Og svo var ég búin að segja frá þessu, ég man það ekki. Nei, þetta ekki fyrsti þátturinn þessu ári, ég held það. Allavega, ég náttúrulega sendi Ingu systur í sýnishornagerð. Og ég var nýlega búin að taka inn svona hérna alpakka fylgithráð. Nei, þetta silki. Alpakka fylgithráð. Þetta svona örfít, þú veist, hérna 800 metrar á hespunni, svona. Svolítið kannski svipað á hérna Titicaca í gangi. Ég var nýlega búin að taka hann inn og ég ákveði að biðja hann að gera eitt svona bellusjál úr DK-garni. Bara meirinn á nælon sem basically að sama og tvöfalt fingering, skilurðu. Allavega, ég hendi hérna 2 hespum á DK og einni af þessu hérna og baði hann að gera svona bellusjál. Sendi henni að ég held uppskriftina. Sunna María hafði gefið mér hana og ég sendi Ingu að gera fleiri sýnishorn. Svo bara prjónaði Inga og spurði mig einhverja 2 spurninga og ég útskýrði eitthvað og að því hún svona, þú veist, prjónar svolítið að fingur fram svona, þú veist, það ekkert alltaf venni að vera að lesa uppskriftir en orðið mjög góð í. Og svo bara gerir hún sjálfið og allt góðu og rosa ánægð með það og sýnir mér það og þetta náttúrulega bara geggja. Hún notaði sem sagt, henn var stærra að því hún notaði alveg 2, þú veist, hún kláraði bara eina og þá bara hætti hún að auka út og notaði svo hérna hespuna í að taka saman. Nema hvað? Að þegar ég fór að skoða þetta, þá var ég alveg, hvar gerðu þér útaukningarnar? Sko, ég byrjaði fyrst að gera þær hérna og þá fannst mér þetta eitthvað svo kjánulegt, þannig ég fór að gera þær hérna og ég sagði, já, þú hefur ekkert gert svona eins og í uppskriftinni. Var uppskrift? Ég ætla bara að bilast og hlátur bara, já, ég held að þetta væri bara mynd, þannig ég gerði bara eins og myndin. Þannig komst ég að því að laufin eru líka aðeins minni, sem líka bara allt í lagi. Það ekkert síðra, sko. Hún bara sá myndina. Og svo var eiginlega besta við það, ég fór aftur í skilaboðin og komst að því ég sendi henni vissulega bara mynd. Hún fékk aldrei neina uppskrift, en hún skapaði þetta og þetta bara heitir Bellusjál eftir Sunnu Maríu. Það engin höfundaverkastuldur hérna. Bara svona improviserað. Og þetta aðeins stærra, en dásamlega mjúkt, sko. Það eitthvað, þessi alpakkaþráður gerir eitthvað mikið.
Þetta er sem sagt, já, frá mér og liturinn heitir Slaka og þetta er hann. Það er sami litur í diakánu og í alpakaþræðinum. Það er bæði Slaka. Það er ekki diakánu vefverslu núna en það er hægt að panta því að það er, ég sagðist eiga alla grunna, diakáið er á leiðinni til mig. Þá á ég alla. Ok, næsta peysa, vá, þetta er rosa Sunnumaríu hefi þáttur. Ég pröfuprjónaði fyrir Sunnumaríu. Nei, sko. Ég er náttúrulega búin að sýna þess á Instagram, held ég 2 svar. Af því að mér bara finnst hún svo geggjuð. Þetta er Freyja sem munstraði erminni. Ok, nú þurf ég að viðurkenna eitt. Af hverju þurfti ég að sýna þessa ermi? Ég sérst var búin með, ég var búin að fella af þessar ermi og var að prjóna þessa hérna ermi. Þegar ég fór að telja munstrinn til aðtöða, þú veist hvað ég ætti mikið eftir. Þá fattaði ég bara, sneri bara einu sinni hérna, ekki 2 svar eins og að gera. En alltaf, ég var búin að gleyma það til núna. Heyrðu, þetta er bara svona golla með svona lista. Ég notaði tölur sem ég keypti á Telmu Stæman í fyrra og eru frá Fine Detail, held ég heiti, Danmörku. Og þú veist, það er bara hægt að nefnni. Og nei, hún er ekki svona ógeðslega nögruð, heldur er þetta bouclé. Þetta er sem sagt, þetta er fingringað. Ég er ekki með litinn innan við hendina. Þetta er bara fingring, meirinn og nælon. 1 þræður af því haldi með 1 þræði af þessu. Þetta er svona bouclé, þetta er fínt, þetta eru 600 metrar og ég fór með 160 grömm, þess að það eru 100 grömm í hespunni, ég fór með 160 grömm af bouclé og 260 held ég af meirinn og nælon. Þannig ég var með 3 og 2 og ég gerði starfsmól. Þannig að þessi skammtur myndi duga örugglega upp í large. Ég hugsa að þyrftir ekki meira gadd fyrir en þú ert komin kannski í stærri en það en ég þori ekki alveg að fara með það. Ég held að standi í uppskriftinni. Og já, hún er bara, þú veist, hún er bara æði. Hún er svo mjúk og hún er svo kósí og ég nota hana mjög mikið. Svo heitir amma mín líka Freyja. En ennþá betra. Herru, ok, áfram með smjörið. Oh my god, sko. Jú, það getur vel verið, ég segi gleyma einhverju, sko. Inga prjónaði annað sínusholt fyrir mig. Og ég þarf eiginlega bara að fara í það, held ég. Þetta er semst Breeze. Blooming Breeze. Breeze. Ok, þetta er allavega frí uppskriftin á Headsock Fibers. Hún er hérna á, já, þetta er semst eftir hana hjá, hvað heitir hún aftur? Eitthvað svona og hjá Headsock Fibers, hún er frí þar, setja hérna nafnið, myndina, þetta er svona bólur. Og þessi kjóll er kannski ekki sá besti við þetta, en hann er æði. Hann sést er bara svona, hann er bara svona easy breezy. Og hún gerði fyrir mig stærð 2 eða 3 sennilega, 2, hver mann það? Mældi ekki hjá henni prjónfestun og hún gerði það örugglega ekki sjálf heldur, þannig að ég veit ekkert, þú veist, en þetta er eitthvað sirka rétt. Þetta er úr meirinn og hör. Það er svona fellur og svona skemmtilega, bara fingering og alpaka þessum hérna fína fylgiþræði. Þannig að það er einn þráður hvoru. Og þetta eru 2 hespur í þessu ból, eru 2 hespur, 200 grömm af meirinn og hör, sem er 90% meirinn og 10% hör. Þannig að smá svona summary en samt hlýtt. Og þess 2 hespur af honum, já, meirinn og hör og 1 hespa af alpaka fylgiþræðinu. Og þetta eru litir, þetta er íshaf á meirinn og hör, þetta er íshaf á meirinn og nælon
og svo sem sagt er ég ekki með sama litin á alpakaþræðinum, heldur var hann einlitur í sem að heitir, það heitir Halt Frost. Það er þessi blái tónn sem er hérna. Þannig að hann er ekki speklaði fylgiþráðurinn, þetta er bara meirinn á hörið sem er svona speklað. Það er einn einu viðbót sem ég ætla að sýna ykkur. Það er Ranunculus bólur sem ég gerði og hann er líka með þessum sama alpakaþræði. Nema hvað að ég ákvað viljandi að hafa mjög mikinn kontrast á alpakaþræðinum og fingeringarninu sem ég notaði. Þetta er sérst einn þráður af merino nylon fingering og einn þráður af alpaka. Þetta er bara ein hespa af merino nylon og hálf dokka þá af fylgiþræðinum. Þetta er stærð 2, eða minnst. Nei, ég gerði örugglega 2. Og hérna, hann endla bara, þetta er bara stutt. Þetta er bara nú kjólapeysa. En, þú veist, ég myndi alveg flík, ég er ekkert lítil, sko. Þannig að, ein hespa. Bara geggja. En ég ákvað viljandi að hafa svolítið háan kontrast, bæði því að mér finnst svolítið töff. Þetta er, vá, íshaf hefi þáttur. Þetta er, alpaka fylgiþráðurinn er í þessum lit íshaf. Merino nyloni er ein lit sem sagt heitir upp á hæð, þessi brúni litur. Og mér finnst það svolítið skemmtilegt til að sýna, þú veist, ég ætla að hugsa þetta pínu sem að sýna hversu stóran hlut alpakaþráðurinn skipar á móti hinu. Og þá erum við búin með það sem eru klára verkefni. Ég er með 2 í svona aktífri vinnslu. Og þau eru hérna onni taka með korfinu minni. Og það er fyrst eitthvað sem þið eru örugglega búin að sjá áður. Af því ég byrjaði á henni í september í fyrra. September 24 byrjaði ég á þessari peysu, þannig að þið eru búin að sjá hana. Og þetta var hérna Glasgow peysa mín. Fórum í prjónaferð til Glasgow í september og ég tók þetta verkefni sérst með mér ásamt öðru. Þetta er Revival, það er ekki rétt um mér. Jú, Revival eftir Angerstrikk. Og ég er sem sagt bara, ég var að byrja í gær á stroffinu neðan á henni. Þannig að, og ég er búin að gera hálsmálið, maður á að gera það síðast, sem sagt stroffi í hálsmálinu, það var maður að gera síðast. Ég er búin að gera það og þetta er bara æðislega létt og geggjur peysa. Það er svo skemmtilegar axlirnar því þetta heitir hérna Contiguous Method, veit ekki hvort það er til á íslensku. Þannig ég er rauninni búin að byggja upp ermina eins og hún sé í sett. En samt er þetta bara eins og, þú veist, samt er uppbyggingi bara sko laskapeysa, þú veist, hvað var það að setja ermalekkjunar á band og svo prjóna. Þannig ég er svolítið spennt fyrir þessu. Þetta er litur, þetta er bara einfalt merino nylon og þetta er litur sem heitir Glasgow. Af því að, Glasgow, skilur við. Ég held ég sé á 3. dokkunni, við á svona mikið eftir. Þannig að gæti verið ég þurfa að fara í 4. Af því að þetta er náttúrulega alveg heil peysa með langar ermar og frekar þétt prjón. Þetta er bara prjón á 3 og 2,5 í stroffinu. Þannig að gæti verið að ég þurfa að fara í 4. fyrir ermar. Og Glasgow er að mér finnst alveg geggjaður litur. Þú ert með pingu litla brúna, græna og svona órans spekla. En samt svona geggjaður hlutlaus brún. Ég var að lita Glasgow í gær, þannig að hann verður bara kominn inn á vefverslun á eftir. Jafnvel bara, þú veist, á undan þættinum. Það getur verið. Revival í vinnslu, hún á heima hérna í töskunni minni. Nei, hvar er ég?
Svellin, það datt af. Ok, það sést samt þetta. En þetta sést himinn. Og þetta eftir hana Lilju. Hún sennilega uppáhalds að öllum öðrum ólöstum. Sennilega uppáhaldspoka saumar mig. Svona líka bara svo skemmtileg. Það er langt síðan að hitta hana samt. Bara farin að sakna hana pínu. Heyrðu, svo á prjónagleðina á Blönduósi fékk ég náttúrulega, af hverju nammi í prjónatöskunum minni, ja. Ég fékk hérna, æði. Það var náttúrulega, þú veist, einhverjir að gera hérna rjómablíðu eftir Eddu Lilju. Og beint á móti mér var náttúrulega Elínborgarband sem með handlitaðan hérna plötulopa. Og þú veist, ég elska að vera í lopa, sko. Og elska að vera í plötulopa, sérstaklega. Annarkvort er ég með spunna eins og gílhaga og uppspunna á það, eða plötulopa. Mér finnst ekkert spes að vera í léttlopa eða alls ekki einbandi. Svo viðkvæmt blóm. En hún, sem sagt, það fór bara af stað að vinna. Það var bara ákveðið að þessi peysa yrði með eina rönd í hverjum lit. Ermarnar, sem sagt, sko, þetta er bara einfaldur plötulopi, sem sagt. Það er bara sjúklega lett og þægileg. Af því að þetta er einfaldur plötulopi á frekar stóra prjóna, þá á hún eftir að sikka aðeins. Naflinn á mér er hér, þú veist, hún á eftir að fara á svona hingað. Nei, sko, eru það að sjá þetta? Og erminn, sem sagt, þú veist, ég ætla að gera henni fullri lengd. Og það sem ég er að hugsa er að klára henni fjólubláa. Hérna, já, eftir að gera eitthvað smá. Og næsti litur verður þessi hérna græni. Og enda á sem hérna. Og það er alveg ástæði fyrir því að þessi hérna, þessi appelsínuguli og þessi fjólublái voru bara til í 50 gramma kökum. Allir hinir voru 25 gramma. Þannig að, sem sagt, í staðinn fyrir að, ég held að vera svolítið skemmtilegt að fara upp, sem sagt, úr fjólubláa og aðeins aftur í, þú veist, þennan græna til aðeins að taka höggið og svo þennan. Ef þið eru með aðra hugmynd, það megi alveg að láta mig að vita. Af því að mér langar ekki til að gera þér of stuttar ermarnar, sko. Vandræði. Já, þetta er rjómablíða eftir Eddu Lilju. Ég missti niður lykkjur í hamaganginum. Best að taka þær upp áður en ég gleymi því. Svona. Ég held að segja ekkert meira það að segja. Elínborg. Þetta er hérna Elínborgarband. Og það heitir líka Gallerí 16. Það er sko elinborg.is. Og svo er líka eitthvað, ég held að verslunin heitir Gallerí 16 eða eitthvað. Eitthvað svo les. Og að setja namnið eftir honni. Heyrðu, þetta er í aktífri vinnslu. Finito. Ég er með, þetta er hann hálftími og að taka það næst bara. Nei, drífum bara í þessu, hver veit hvenær ég tekum næst. Litla dýrið er að byrja sumarfrí á morgun eftir hádegi. Og þannig að það er alveg, það verður smá sumarfrí. Sérst, ég fer ekki neitt, sko, ég tek nú pantanir og allt það. En ég verð kannski ekki mikið að leita, nema þá sérpantanir og sendapantanir að gætna sig já. En alveg definitely ekki að fara að taka upp þátt næsta mánuði. Þannig að
bara, let's go. Þetta einhver kindataska sem ég keypti einhvers staðar einhvern tímann. Í henni gadd sem ég hef búin að tala áður. Keypti það á, Skotlands hátíðinni sem ég fór á. Oh my god, hvað heitir það aftur? Scottish Yarn Festival. Já, var það ekki bara, það Scottish Yarn Festival. Hann í september í fyrra, þegar ég gisti í Glasgow. Og þetta náttúrulega bara mýksta ull sem ég nokkuð komið við. Þetta lambsull, 100% lambsull. Ég vildi að það var hægt að finna í gegnum myndavél. Þú veist, þetta eins og, já, þetta mýkt á við meira en ull en samt ull. Superfine Lambs Wool Kinross 4ply heitir þetta. Geggjaður litur. Ég að gera peysu á hann. Matta minn, nema hvað að ég gerði prjónfestupröfu. Gerði prjónfestupröfu sko í mynstri líka. Who am I? Og ég að gera single malt eftir hann Maxim Cyr. Og þetta pínu svona eins og þegar ég reyndi að sýna ykkur fyrst í CV-peysuna því að það ekkert mikið að gerast. Og ég fitjaði upp á þessu sko held ég fyrir áramót. Þetta hálfsmáli. En þegar ég búin með rjómablíðu og mögulega Glasgow-peysunar í Vaðal, þá þessi næst. Kannski fyrir aðeins að vinna í einu með. Nei, ég fer ekki að vinna í einu með. Ég ætla að klára þessar tvær. Ég svolítið búin að vera í þessu líka, að reyna að klára þessi ég byrja á. Það gengur með þessu vel. Skal ég segja ykkur, það hérna Múmintaska. Hún frá henni Magneu. Hérna eitthvað sem ég bara ekki neitt byrjuð á. Ég fór í samprjón hjá rendur.is. Það ekki einhvern prjónar í þessu. En þetta garni. Þetta svona búklei frá Ísager. Keypti það í mars þegar fórum með Löngumýri, prjónahelgi. Komum við á Króknum hjá Röndum. Þær var að byrja samprjón á stutturumból með svona smá kraga í tölu. Ógeðslega sætur, ég man ekkert hvað hann heitir. Og þetta garni í hann. Og þú veist, ég ætla að gera hann, sko. Það ástæðan fyrir að þetta inn í tösku. Af því ég ætla ekki að gleyma því. Hann ógeðslega flottur. Ég man ekkert hvað hann heitir. Var búin að segja. Svo hérna japanski póki minn. Hver gerði þennan aftur? Já, hún Drífa og mamminar. Ég man ekki hvað kölluð þessi, ég held að segja ekki lengur í þessu. Það ekkert í jónu. Oh my god, heyrðu, hann átti bara að fara í tómupokakörfuna sem inn í stofu. Ó, Jesús. Heyrðu, það hænutaska, Rakel Braga svömmaði, hvernig mann ég þessa hluti. Jæja, heyrðu, í henni já, ég byrjaði einu svona þessu, þetta hérna Columbina eftir Andra og Brian, geggja sjálf. Valdi 2 svolítið of, þú veist, mér ást munstrið ekki njóta sín alveg nógu mikið í þessu. Ég var ekki að segja fyrir mér að klára það. Báði litinni geggjaðir út af fyrir sig. Þetta frá, þetta hérna, ég held að þetta sé Ingarós frá Héraði. Og ég sem strakti upp. Ég var búin með meira. Nei, ég rakti það ekki upp. Ég sleit frá. Já, ég ætlaði að klára að rekja það upp til að geta nýtt þetta hérna. Ég bara nefndi ekki að rekja upp mósækið. Ok, heyrðu. Þá fer þetta hérna af því að ég þarf að klára þetta við að rekja þetta upp í róleitunum. Og þessi taska það bara tóm líka. Ok. Þessi ekki tóm. Þetta keypti ég í hérna, þetta önnur svona
svona japansk þannig að þetta eitthvað silki, endurinn silki. Keypti þetta hjá Træbjarns í búðinni hjá þeim, eða sérst lagarnum hjá þeim, Skotlandi. Garni keypti ég líka í Skotlandi, man ekkert hvað liturinn heitir, ég held ég sé búin að segja frá því áður. Þetta svona self-striping sokkajarn sem ég keypti á Scottish Yarn Festival líka. Basic sokkar og ég keypti mig líka svona litla tjáku, pingu litla. Þetta og ég að gera svona, ég hef aldrei gert þetta svona sveinuhæl. Improviseraði smá því að ég var ekki alveg með, þú veist, uppskrift með réttu svona, þú veist, ég ekkert búin að máta þetta, sko. Ég veit ekkert hvort að hælinn virkar eða ekki. En þetta voða skemmtilegt. Ætli ég komst í hann án þess að taka allt af. Að prófa. Hvar ertu hæll, þú ert þarna. Ok, það komst ég niður feitapartinn. Shit. Ok. Ok, heldur ég komin í. Án þess að rústunum, hvort ég kemst úr honum aftur veit ég ekki, eða kannski bara vera í honum. Ó, nó, það datt niður líka. Ok. Ok, ég kemst ekki nógu langt, en ég held að þetta sé að virka. Þessi hell sem sagt. Ég kem honum ekki alveg allalega, að því ég að missa niður alla lykkjunum og svo. Heyrðu, þetta góður hell. Held ég. Ha? Og ég ekki. Þetta eru sumartásur. Afsakið. Ég ætlaði ekki að glenna að skýta það fætið framan í ykkur. Svona bara ég. Þið ætlaði að þurfa ekki að lifa með þessu. Eða jú, ef þið kjósa að horfa á þetta. Þið geta allavega slögt, ekki ég. Heyrðu. Ok. Og svo erum við með. Ég reyna að komast yfir þessar tásur. Gleymd að setja prufuna aftur hérna. Ofan í viðeigandi töskum. Nú ég alveg að missa það, sko. Kaffið mitt er svo kalt. Alveg að missa það. Heyrðu. Hérna 4. glasskotokkan. Sem ég held að sé 4. nema hún sé 3. Ég þarf nefnilega að vikta peysuna. Ég held ég sé á dokku nr. 3, en hvort þetta er dokku nr. 4 ég ekki alveg viss. En sem hvort að þetta er hvort ég að prjóna dokku nr. 2 eða dokku nr. 3, man ég ekki alveg. Ég held samt að þessi sé nr. 3, en hún gæti líka verið nr. 4. Ég sagði örugglega að ég væri að fara að nota 4 í hana áðan, en ég þarf að vikta hana þegar ég er búin með hana. Af því ég bara, manna ekki að svo langt sinni byrjaði. Þetta rosa skemmtilegt. Þetta Stephen West sjal sem ég í miðri umferð á. Ég að gera hérna crisscrossana. Þetta hvað heitir þetta? Sjálography, kannski. Bara rosa skræppót, allt handlita frá mér, blanda af meirinn og nælon og meirinn og hör. Kláraði það aldrei, fór í fíla því ég var ekki ánægð með lagið á því. Þú veist, þessar hérna rendur áttu að koma inn sitt hvora megin við og gera ennþá lengra. Þannig ég ákvað að gera þessar rendur yfir allt sjalið, aðlaga bríóskaflan, jóka aðeins út í honum í staðinn og
byrjaði sérst aftur að vinna í því á þessu ári, kláraði hérna klukkuprjónskaflan og byrjaði á grænakaflanum, þannig að þetta er allt að gerast. Og ég þarf eiginlega bara að ákveða sko hvernig ég ætla að enda það. Ég er ekki búin að ákveða það. Að ég held ég ætla ekki að gera sirkusportrætt, sjálf með hana breiða sirkus hérna, röndóta. Ég held ég ætla ekki að gera hann. En ég er ekki alveg búin að ákveða hvað ég ætla að gera í staðinn, skilji. Þetta er bara póki sem ég get sett hérna tónbókana í. Og fuck. Ok, veit ekki alveg hvað gerðist. Og svo er ég með nefnilega, ég ákvað að vera ekki með í síðasta stígun Vestleynuprjóni af því að ég var með 3 ókláruð. Mér finnst þetta svo gaman og mér finnst þetta svo mikil svona palette cleanser og getur vel verið að ég verið með í haust. En ég lofaði mér að klára 1 af þessum sjölum áður en að ég myndi taka það aftur þá. Síðasta sem ég tók að þátt í var þetta hérna, var þetta ekki hitti fyrir það? 23, það var hérna dramasjalið. Rosa fallegt. Ég nefnilega pantaði, þetta er fyrsta og eina skipti sem ég pantað kit. Ég pantaði hjá La Bien Ami og það voru þessir grænu og grá litir og svo flippaði ég eitthvað og setti hérna mínihöspu frá Walk Collection inn í sem er þetta bleika. Þetta er náttúrulega alltaf litlu prjóni og engin leið að sýna þetta, skilurðu. Nema ég geri svona. Þessi kafli er sturlaður. Þetta er svo fallegt, sko. Það var rosa leiðilegt, en þetta er svo fallegt. Og ég er byrjuð á, ég er búin að taka upp alla lykkjur til að byrja á kanti. Og búin að prjóna fyrstu röndina í honum, held ég. Af hverju er... Jú, það er tengt gafn við. Ég er búin að prjóna fyrstu umferðina í kantinum. Þannig að, það er bara að halda áfram með það. Kannski verður þetta bara sjálfið sem ég klára. Ég fór í þessa miðju eftir fíaskoið. If you know, you know. Ég var búin með þetta. Sem að bara er svona þrýsningur. Það er bara rosa fín. Ef þetta verður bómullega þá myndi ég nota þetta sem tösku. Já. Ekki meir það að segja. Ég gat ekki hugsað mér að halda áfram með það hinsegin út af því að ég hugsaði með mér myndi ég fara með þetta sjálf hvert sem er og svara var nei. Þannig að ég ákvað að breyta. Og síðast en ekki síst er Leyniprjónsjalið. Ok, nú man ég ekki hvort að skræpóta sjálfografísjalið eða þetta var á undan. Ég held að það hefur verið á undan og þetta heiti... Veit ég með eitthvað bréfi hérna. Þetta heitir... Halló, Stefan. Hvar er nafnið á sjalinu? Það er bara ekkert á þessari blaðsíðu. Ok, býtu, jú, hérna. Twists and Turns. Eftir Stími Vest líka sem sagt. Og þetta er svo, þetta er svo geggjagall. Þetta er svo, þetta tók ég prjónana úr þessu. Jæja, þeir eru einhverstar. Ég er með að skrifa niður samt hvaða prjónaði með, þannig að þetta er alltaf. Ég er svo skipulega að segja til. En þetta er rosalega fallegt. Þetta er eitt af, bara, mér finnst þetta geggjað. Ég er sem sagt í þessum hérna, þetta er svolítið mikið, þetta var svolítið mikið taka upp og prjóna lítið stykki og þetta er ekki mjög meðfærilegt. Ég prjóna rosa mikið í bíl og svona hér og þar. Ég hef ekkert oft tíma til að setjast niður, einhverju ró og næði heima á mér að prjóna. Þannig að ég man ekki hvort að ég á mikið eftir af þessu. Ég hef greinilega tekið prjónin úr samt, en ég er ennþá með þetta tengt, þannig ég áregla eitthvað eftir. Og svo er það bara kaflinn sem er,
hérna á milli, kannski setjum mynd á sjálfinu full kláru. Þannig að þá eru bara kafli sem er hérna á milli, nema að svo náttúrulega, þú veist, hinn hliðin eftir, hérna megin. Þannig að ég sé hvað verður úr þess að mér langar til að klára þetta því að þetta er svo, mér er svo fallegi liti líka. Ekki búin að ákveða hvað ég ætla að gera hana neðst. Það er marga mismunandi útgáfur því sem mjög marga fallegar. Þetta er meira en hör frá mér sem að heitir ég man ekkert hvað þessi litur heitir. Ég hef ekki litað hann svolítið lengi, get komið staði samt. Þetta er Vatnsnes Glitgarn sem ég gera alveg bilaðislega mikið fyrir þetta. Og þetta er litur frá, þetta er single plakat frá Dóttir Dævorgs, Salome. Þetta er minn uppáhaldslitur frá Salome. Og ég man ekkert hvað hann heitir. Er ekki allir með nörfskot í prjónatöskunni sinni? Þú veist, sem maður stendur grillaði, sko. Herðu, síðasti pókinn er pókinn sem Edda Lilla gerði. Og í honum er bara sínusotn. Eða sem sagt ekki sínusotn, heldur pröfa. Ég var að gera prjónfestupröfu fyrir dásamlega Norgarnið mitt og alpakkaþráð, að því ég ætla að prjóna alpakkaþráð með því. Að þá litaði ég þannig, þetta er Noró sami og í Sjálfnum sem ég sýndi ykkur hann fyrst fyrir 5 árum síðan. Og þessi litur var búin til að prjónast með þessu garni. Að því ég frétti að það geti snúist svolítið upp á flíkur sem eru prjónaðar úr þessu og verið sniðugt að vera með fylgitra með. Þannig að þetta er prjónfestupröfan, þetta voru sennilega prjónar, ég gerði sko svona gött til að minna, 1, 2, 3, 4, 5, 6 millimetra. Var þetta bara 6? Er það ekki? Ég man bara að ég var með prjónfestu hérna, ég var með 12 á 10 cm en ég gæti vissulega, þú veist, ég gæti alveg prjónað þetta á grófara prjónar sko og gert þetta ennþá grófara. En ég með hugmynd að vesti sem ég langar að gera úr þessu. Mjög skemmtileg, man ekki hvað heitir, ég ætla að fletta því upp og setja það hérna. Því að það er með prjónfestuna 12 á 10 cm. Svona vesti til að henda í þessi. Mjög skemmtilegt. Heyrðu guys, þetta er komið og ég bara þakka ykkur fyrir að horfa. Það er fullt af garni inn á vefverslun. Ég setti svolítið af silki sem ég litaði og silki er náttúrulega bara bilaðslega aðeinslegu sumaþráður. Þetta er allt inn á vefverslun og fleiri litir. Þetta er slaka og hérna, mig langar til að gera mér. Það er tvennt sem að mig langar til að gera mér. Annars vegar er það, sem sagt, Kristína hjá Hringlandi gerði svo fallega silkipeysu. Það voru með 2 þræði frá mér og 1 frá Telmu stæman og gerði bara svona rosalega lausa, ég heldur að prjóna 12 eða eitthvað skilur peysu úr 3 silkiþræðum. Mér langar til að gera svoleiðis og mér langar til að hafa hana sko 1 þráð neongulan. Mér langar til að hafa neongulan, þetta er hérna Look at my holes. Mér langar til að hafa neongulan, mér langar til að hafa neongrænan og neonapsínugulan eða eitthvað. Mér langar til að gera eitthvað svona bilaðslega skæri og hafa þá alla þræðina saman bara í svona ógeðslega lausprjónari peysu. Hins vegar þá langar mér líka ógeðslega mikið til að gera eitthvað svona úr svona fallegum lit. Eitthvað svona og gera hérna, kusk eftir Eddu Lilju, rendurnar
og hafa það annan þráðinn silki og hinn kannski bara, þú veist, örfína alpakaþráðinn á milli. Og ég held að það geti verið svo geðveik svona sumarflík. Ég náttúrulega, ef ég með utanlandsferð bókaða, að þá náttúrulega hugsa ég oh my god, ég að prjóna eitthvað til að vera í hitanum. Í hverju ég í hitanum? Ég í bikini topp, gömlum hlýraból og hörbuxum sem að þrengja ekka magana þegar maður fær alltaf í magan í útlöndum. Og þú veist, ég ekkert að fara út fyrir jólin, sko. Þannig að engar áhyggjur af mér. Ég get örugglega prjónað einhverja sumartoppa sem ég nota aldrei. En ég ætla að segja þetta gott í bili. Við sjáumst innan eða utan skams. Ég ætla að fara að edita þetta vídeo og koma Glasgow inn á vefverslun. Hann bara að klára þarna. Ok, heyrðum, adiós. Hvað var þetta? Bye, shit. Halló,